Komið þið sæl og blessuð og velkomin í N1 bardagan hér í úrvalsdeildinni í Brits. Það er spennandi viðureign framundan, síðari undan úrslita leikur þar sem tvær mjög öflugar sveitir takast á í vonum að komast alla leið í úrslitaleikin. Þetta er annars vegar sveit Grant Thornton og hins vegar sveit Málingar. Og með mér hér í lýsingunni er nýkrýndur Íslandsmeistari í einminningi, Ómar Olgeirsson. Vertu velkominn hér. Takk fyrir það. Þú reiðst ekki feitum hesti frá síðustu viðureign, þar sem þú varst að berjast á móti Infocapital. En þetta er nú eitt sá leikur sem við höfum fylgst með hér sem hefur verið mest spennandi. Það munaði bara einum impa í lokin. Já, það var ekstra svekkjandi að tapa með einum impa. Sko. Það ekki? Síðasta spilið hefur verið á hættunni, þá hefur vunnið leikinn. Já, hugsaði þér, það munaði ekki meir en því. En þú varst fljótur að jafna þig á vonbrigðunum og skráðir þig í Íslandsmótið í einminningi og ert nýkrýndur Íslandsmeistari í einminningi. Já, það passar. Til hamingju með það. Takk fyrir það. Hvaða lærdóm getum að dregja að því þegar gengur ekki sem skildi í síðasta spili á einu móti og maður skráði sig í annað? Það er bara að gleyma því, sko, ef illa gengur eða ekki fyrir allt á óskum, sko, og það er næsti bardagi. Er það ekki? Það er bardagi hérna í kvöld og það er bara að vera tilbúin í næsta mót, sko. Einmitt. Sko, þetta var ótrúlega skemmtilegur leikur að horfa á og ansi margt að gerast. Hvernig var að spila hann og hvernig leið þér svona þegar þú varst búin með síðasta spili, hélstu að þið værið að vinna eða tapa? Já, það er svona ágætis tilfinningu fyrir þessu, sérstaklega þeir fóru nú niður á slemmu í síðasta spilinu í leiknum. Já. Þannig að mig grunna þetta gæti verið mjög jafnt, sko. Þannig að þetta gæti fallið á báða kanta. Einmitt, það voru þarna góð spil og líka vond, þeir Bjarni og Matti, þeir voru harðir en við í slemmunum, sko. Það munnaði svolítið um það. Já. Það stóðu. Maður hefði ekki viljað vera við hliðina eða hvað þá sem andstæðingur meistarans Bjarna þegar hann var að vinna slemmundar sínar. Heldur hann hafi ekki hlegið? Örgli inn í sér allavega. Já, það minnst inn í sér. En þetta er nú heldur betur áhugaverð viðureign sem framundan er. Eigum við að kannski nefna það hverjir það eru sem eru að spila í kvöld? Gætir þú leitt hlustendur og áhorfendur í sannum það? Já, fyrir Málingu eru Guðjón Sigurðarson og Rúnar Einarsson að spila og Eiríkur Hjaltarsson og Jón Ingþórsson á hinu borðinu. Já, Jón kemur nýr inn í. Já, þeir hafa nú alveg spilað saman áður en er ekkert svona vanimekkarar. Einmitt. Þannig að það er bara gaman að fylgjast með þeim. Já. Svo fyrir Grant þá er það Gunnar Björn Hörgason og Guðmundur Halldórsson. Já. Þeir eru nú farnir að spila mikið saman, þannig að þeir eru alveg vanir mekkarar. Já. Og svo er það Helgi Sigurðsson og Stefán Stefánsson og gaman að segja frá því að þeir eru að spila leikinn frá Madeira þar sem eru nú, það eru, ég veit ekki hvað eru margir komnir til Madeira en í næstu viku verða allavega yfir 100 Íslendinga reknaði með. Já. Þeir eru að spila þaðan. Þá velti ég strax fyrir mér allir netsambandið, skiptir það engu máli þótt eitt sé í suður eyjum, portugalskri töfra eyju. Bara að hafa gott Wi-Fi, það er triksið. Já. Ég held að ég verði ekkert í vandræði með það. Magga aðstóða þarna með tæknimálin. Já, þess vegna er hann ekki hér? Já, það er nákvæmlega að Maggi er að spila það núti. Já. Já. Uppbytun á tvímenningur í gærkvöld á Madeira og þar var íslensku sigur, Aron Þorfinns og Kristján Ólafsson, Kitty Kraftur. Kitty Kraftur, einmitt. Það byrjaði vel hjá Íslendingunum. Nákvæmlega. Þetta var svona uppbytun á tvímenningur. Já. Það er virkilega gaman að fylgjast með þarna. Hvernig þetta byrja vel. Einmitt. Alveg her af Íslendingum hann stattur núna. Já. Eitthvað annað 100 er það ekki? Það gekk nú sumum illa að komast hérna mánudag þriðjudag eða þegar var óveður hérna á landinu. Já. Það eru einhverjir komnið þangað. Já, einmitt. Sko, leikurinn er að byrja og við förum bara beint í lýsingu. En fyrst, Ómar, ég ætla að biðja að spá. Hver vinnur? Ég hugsa að þetta gæti orðið mjög jafnt, sko. Já. Þessar sveitar hafa báði verið í stuði undanfarið, þannig að ég ætla að spá því að þeir fái hérna ekstra kraft, grantmenn frá portugalsku eyjunni. Þannig að Grant hafi þetta með svona 10 impum. Með 10 impum? Ég ætla að spá því. Ég ætla að segja að Máling vinni með 15 impum. Já. Ok, það er gamalt og gott. Og vonandi fullt af skemmtilegum spilum. Já, fyrsta spilið er hérna þekkt sakröð, 1 grant, 3 grönd. Já, þeir eru með veikt grant hérna, Rúnar og Guðjón. Einmitt.
11-14 Grant. Já. Og hann náttúrulega ansi góð spil á móti og þarf ekki að leita neinu lit, þannig að bara veður 3 Grönd. Einmitt. Og spila frá kóngnum 3. Hefur þú gert það sjálfur? Já, ég svolítið hrifinn að því að spila út hálit eftir þessar sagnar, 1 Grant 3 Grönd, af því að það ekki spurt hálit. Nei. Það bendir oft til þess að það sé veikleiki í hálitnum. Þannig að hann ekki fjórlaut í borði. Hann pínu óheppinn að makkar bara með 3 hjörtu en 5 spaða. Já, svo þetta ókvænlegu blindur sko, þannig að þetta verður ekki mjög erfitt spil fyrir hann. Nei. Einmitt. Og gósi 10 í tígli rétt á undan kóngdrottningu 9. Hann reiknar nú sennilega ekki með að hann fái 4 á hjarta því að spila út hjarta, hann heldur kannski að sé fjórlutur. Já. Það ekkert annað að gera en að svína því aftur. Nei. Hann komið með sem sagt 3, 6, 8. Hann mun fá 4 á hjarta, 3 á spaða. Já. 2 lauf í það minnsta, ef ekki 3. Já. Og allavega 1 á tígul. Já. Það alveg sama hvað. 10-11 slægi. Það alveg sama hvað mun gera, það gengur einhvern veginn allt upp í þessu spili. Það má segja það, sko. Það ekki mikla líkur á sveiflu hér. Nei, við höfum svona verið stundum að spá því að spil falli eða mestarlega 1 impi, en við getum alltaf haft rétt fyrir okkur hérna í settinu, þannig að... Nei. Þetta ágætis bara svona spjallspil, fínt að byrja leikinn á spili sem að, kallar ekki kannski mjög djúpar pælingar. Nei. Það var í síðasta leik, þetta var náttúrulega ansi magna, það var ekki bara úrslitin að það skildi vinnast á einum impa viðuregnin heldur allar þessar slemmur og það voru skvísar og alls konar töfrabröð og Magnús Magnússon fór á kostum hér í greiningum. Já, algjörlega. Það voru verið í bara flestum eða ekki öllum leikjónum mikið að skemmtilegum spilum, sko. Sammála því. Stundum farið rólega stað en svo færist fjör í leikinn. Við höfum verið heppið með spil og við sjáum það líka bara á áhorfstölum. Þær eru mjög góðar. Það eru ansi margir að fylgjast með þessu. Já, þetta nefnilega þó nokkuð spennandi, sko. Þegar maður er heima líka að horfa á þetta. Það ekkert annað að gera í þessu vonda veðri en að vera bara að horfa á svona briddsleik í sjónvarpinu. Bara búin að vera frábærar aðstæður til að spila bridds síðustu daga. Já. Já, Guðmundur og Gunnar Björn, eru þeir svona að festa sig í sessi sem par? Já, þeir hafa verið að spila ekkert náttúrulega mjög lengi en þeir hafa verið að spila mikið í vetur og hann að leggja upp 11 slægi. Það var svona eins og við heldum. Og eins og hefur komið fram í þessum þáttum, þá eru Guðjón og Rúnar, sko, þeir eru náttúrulega alveg þaulæfðir saman. Já, þeir eru búin að spila saman lengi. Já. Við höfum aðeins kíkt á kerfiskort, svona skekkinni að við getum upplýst á horfendur einhver leyndarmál. Já. Þeir eru með veikagrandi Rúnar og Guðjón. Einmitt. Það annars sagst hefur skemmtilegt hjá þeim, þannig að það kemur vonandi eitthvað upp að þeir eru með svona svolítið skemmtilegar opnarnir svona í land. Einmitt. Þeir eru með mjög eðlilegt kerfi líka, Gunnar Björn og Guðmundur. Já. Svo það svona spurning. Þeir eru held ég að með vektgrand á hinuborðinu líka sem Stefán og Helgi. Einmitt. En þeir eru samt held ég að opna alla skiptingar líka, sko. Þeir eru ekki, endilega þurfa ekki að vera með jafnaskiptingu. Akkurat. Það svona... Ég ekki alveg vissum að Guðjón og Rúnar séu þar að þeir... Svolítið þeirra sérkenni. Endilega ójafnaskiptingu. Nei. Megi grand... Það svona flestir að opna grandi með jafnaskiptingu, en... Einmitt. Það svona... Og hér gefur austur og norðursuður á hættu og austur passar, það þeir sem eru með veika 2 í tígli, þeir myndum líklega opna 2 tíglum á þetta. Þrátt fyrir litlu hjónin 9 í spaða.
Já, þú veit, utan, ég myndur ekki alltaf opna 2, jafnvel 3 á hagstæðum hættum. Bara til þess að búa til einhverja. Einmitt. En hann einmitt, hann ekkert að opna því með einmitt spaðal styrkinn, sko. Nei. Og einn tígull, það lofar á ójafnri hendi. Já. Og af því að það opnað á tígli þá ekki yfirfærslur, en ef hann hefði opnað á laufi þá ekki yfirfærslur, eða þeir ekki spilað það Guðmundur og Gunnar Björn? Jú, þeir ekki, ég heldur sem yfirfærslur. Já, einmitt. Hvað þýða 3 hjörtu þarna, Ómar? Nú ekki alveg með kerfið þarna á hreinu hjá þeim, hvort að þetta sé krafa. Sé bara Gamefoss með hjarta, það getur alveg verið. Og það samt að alerta, þannig að... Og Gunnar Björn treystir sér ekki til að segja 3 grönd bara með kónginn annan í laufi. Það hugsanlegt að 3 hjörtu sé sko hjarta en lofi 3 spaði í leiðinni. Já. Ég myndi ekki þóra að sverja fyrir það. Og hinn sé að slá af þá. Það ná þá allavega bara fjóllit, þannig að... Já. Við veitum ekki alveg hérna hvað, þetta nú líklega að loka samningur. Já, og laufgósin líklegt útspil eftir þessar sagnir. Já. Þannig að vörnin mun byrjaði að taka 2 á lauf og svo á hún spaðaslag. Meira líklega... Það gæti sloppið með það að 10 slegir séu í húsi. Já, hann að trompa 1 lauf og gefur 1 á spað og 2 lauf. Það ekki? Ég held að það sé svona nokkuð eðlilegt niðurstaða. Einmitt. Þetta nú bara ágættu bridge að ná þessu geimi. Það er kannski átó, eins og sagt er. Mögulega væri best að útspila tromp upp á að ná ekki að trompa lauf, en þá getur hann alveg, að því að spaðin kemur 3-3, þá getur hann á niðurkasti, hann þarf ekki að trompa lauf. Nei, mitt. En hann ætti alltaf að standa þetta, sko. Já. Hvað sem kemur út. Já. Það spinnar hann líklega ekki út tígli núna, það er litur en eins og Söður sagði. En venjulega hefðu menn spilað á tígli en ef það væri ómeldaði litur, þar að segja. Eins og við spáðum þá kemur... Hér er lauf ómeldaði litur, þannig að þetta er sjálfsagt útspil. Já, mitt. Útspilin fara oft eftir því þú voru að hlusta á sagnirna, sko. Það er ekki oft ráðlegt að koma út lita anstæðingar, en nema það geti nú verið að þú er að gefa makki stungu hérna með tígli, því þú ert 6 tígla og veist 5 í borði. Einmitt. Það væri svona hins sénsinn. Já. Og hann mun reyna að gefa honum stungu, en Sagnæfi hefur efna á að trompa bara með Ásdrottningu eða Gósa í hjarta og ver sig gegn... En nú spilar hann Lauf og hann trompa með 10. Já, fyrirgeðu, ég er að svissa höndunum. Já, upphefja hjá... Já. Það spila í norður, þannig að... Já. Núna bara ef að makkar eftir Gósan 3. hann sér ekki norðurhendina sem sagt. Nei. Makkar eftir Gósan 3. í hjarta. Já, Gósa 9 kannski. Já. Hann lítur alltaf að leggja 10 á. Er það ekki? Sagna með Ásdrottningu 70, þá geta hann verið að búa til slag. Einmitt. Það trompa með 10, sko. Hann er að búa til eitthvað slag hjá makkar. Því miður á hann bara 9 hæsta. Einmitt. Það var ágætist tilraun hjá þeim. Mjög góð. Þú eru að sjá einhverja líkur á... að sjá svona auka sénsa, sko. Hvað gæti ég grætt á vörninni? Þetta var svona að hefði geta grætt á þessu. Já, og sjáum að þeir eru að spila 3 grönd pluss 1 á hinu borðinu. Laufásinn... Það hefur væntanlega komið út Lauf og hann hefur fengið á Laufkónginn. Já. Og... Hann var alveg nóg á slögum. Og þá var nóg á slögum. Hann vendaði fyrir útspilinu. Það mætti ekki spila 3 grönd í norður. Nei. Það var Laufið alveg banvænt útspil. Einmitt. Þannig að í stigum fer þetta rólega af stað. Þeir sannlega ekki sveiflur í 2 fyrstu spilunum, ekki nema kannski 1 nimbi.
en reyndar þá getur við sjáum að það er 0-0 hérna í leiknum, norður-suður, þarna kemur, þeir hafa jafna fyrsta spilið. Já, einmitt. Grant var hérna 1 impa, var yfirslag í 4 hjörtum. Já, akkurat. Þannig að ennþá er ekki neinn stór tíðindi í þessu leik. Nei, það á eftir að breytast, spá ég. Já, ég held að. Þeir spila þetta í ágætu tempói. Já. Sérstaklega Guðjón og Rúnar, þeir eru ekki þekktir fyrir að vera mjög lengi að spila. Nei, þeir eru mjög hraðir. Mjög hratt. En sem stendur er sannst Grant Thornton á leiðinni í úrslita leikinn eftir sóta með 1 impa forskot. Einmitt. Já, allir sé ekki byrjaðar að spila 3. Jú, þarna kemur það upp. Já. Suður á að gefa, nú skemmtilega skiptingu. Já, en hann ætlar ekki að nota tækifæri til þess að hræra neitt í pottunum, en það segir bara pass. Nei, ákveður að opna ekki á þeir sem væri með hérna hrókallega Jón og Símon hefði nú alltaf opnað á þetta á spaða og lálit. Einmitt. En hér sjáum við aftur hjá þeim tígulopnun. Já. Já, þetta er náttúrulega sko svolítið hættulegt spil fyrir austur-vestur. Með þessum hætti vegna þess hvernig hjarta liggur. Þeir mega allavega ekkert fara alltaf hátt í þessu. Nei. Gunnar Björn hafi sagt sér síðasta hann í sögnunum. Búin að segja nú, hann er búin að segja frá spaðanum og stöðningi við tígul. Einmitt. Og makkar hans er ekki að hann er nú greinilega bara láma sopnun og passar. Og þetta ætti að vinnast slétt, er það ekki? Ef hann spila, já, jú. Gefur 2 tígul og má gefa 2 hjarta. Gerir það og kastar spaða tapsljóðanum niður í lauf. Já. Einmitt. Það svona virkar þannig við eða hvað, sín. Hann þarf reyndar sko já það verður að komast hjá það að gefa sko 3 hjarta. Hann þarf að gera það og af því að tígullin kostar hann gerir þetta svona. Ok, ef hann hefði nú spilað tígli þarna. Ég var einmitt að spá í það. Þá verður hann að trompa. Hann hefur alveg ennþá tíma, eða ekki? Ætlar hann kannski bara að gera það? Hann ætlar að gera þetta svona, já, henda svo. Hann spilar sannlega öllum. En nú gefur hann 3 viðbót á hjarta. Er einn niður, eða ekki? Já, er það ekki. Var hægt að vinna þetta? Nei, ég raunilega ekki. Ég er allavega ekki með bestu vörð, sko. Nei. Ef hann hefði yfirdrepið Laug Gósan, þá getur hann hent 2 spöðum, en hann verður samt að trompa tígul, þannig að þetta var erfitt, eins og hjarta lág, sko. Þetta var svona skiptingaspil, þannig að það er ómögulegt að segja hvað gerist í svona spilum á. Það er svona þegar skiptingaspilin koma, þá er það helst sem maður getur spáði að spilin falla ekki, sko. Einmitt. Ef það fara of hátt og aðra hvora áttina.
Akkurat. Það getur þróast allt öðruvís ef hann hérna ákveður að opna til þess að tveimur spöðum. Það eru margir möguleikar í sögnum. Já. Það er nú meira að segja þó við séum að spila eins og segjum einmenning allir með sama kerfið. Já. Það eru samt, sagnirnar ekki næstu alltaf eins. Jafnvel þó við séum sama kerfið. Akkurat, sko. Það er svo skrítið. Ég er eiginlega Það getur alltaf valið nokkra leiðir í sögnunum. Ég er enn pínlítið að furða mig á því að hann hafa ekki hakkið á hindrun þannig í fyrstu hendi. Já, hann er utangegn á, hann er kannski þátt að vera þetta ofgóð hendi í það, ég get alveg trúað því. Já. Að tveir spaðir oft sko veikari spila þetta, ekki litist á það. Nei. Kannski á hættunni hefði hann jafnvel frekar. Og alltaf í Það er svona góðan spaðalit. Já. Það geti verið að það hefði verið áhyggjurnar sko. Já. Ég skil hvað þetta segja sko. En svona utangegn á þá lofar ekkert alltaf endilega sexlit sko. Nei. Það er ekkert endilega, það geti alveg svolítið að leika sem með 5 liti sko, það eru þokkalegir. Þannig að þetta er kannski tækifæri sko. Einhver hefði valið spaða einmitt hindrun hana. Já, þetta er kannski tækifæri fyrir svona byrjendur og þá sem er ekkert mjög langt komnir til þess að sko velta því fyrir sér að hindranir eiga við með mismunandi hætti eftir því hvenar í spilinu, hvort þú ert í fyrstu, annar eða þriðju hendi. Já. Og veltur á nokkur leit á hættum eins og Ómar hér að benda á að Þið segja á hættunni þá eigir þau alltaf 6 lit sko. Já. Þegar þú ert að opna, ef þú ert með veika 2. En þú sagðir sem sagt að ef þeir hefðu verið á hættunni þá litst þið betur á í fyrstu hendi að hann hefði opnað. Mögulega hefði það komið til greina sko. Einmitt. Það er samt stundum vont að ljúga makkar lengdinni, það getur verið það. Já. En það er nefnilega þannig með bridge að fyrst byrja maður náttúrulega að læra reglurnar eins og páfagaukur, en svo byrja maður að brjóta þær. Svo svona, einmitt, það er ekki allt heilagt í þessu sko. Nei, alls ekki. Ok, þarna er nú heldur betur spennandi spil. Það er rosalega hendið þarna í austur og Já. rakkalega skiptingar í þessu. Ef trompið lægi ekki eins og það lægi að hérna trompsvíning hún hérna í laufi hún bara þú bara tapar slag þar 1 og 3. Þeir eiga nú hjarta fitt í þessu. Mikið. Þannig að það skildi ætla að þau myndu spila hjartasamning en með þennan lauflit þá er spurning hvort að það týnist nokkuð hjartað. Já. Vantarlega byrjar á að segja 2 lauf eða ekki, bara geimkrafa með lauf. Jú. Og Gunnar Björn trúir náttúrulega ekki að þetta sé eðlileg laufsókn, hann á 6 litur laufi. Einmitt. Hann búinn að hlakka til að gera eitthvað en þetta slekkur hann sannlega í. Það er eyða hjá bæði vestur og norður. Báði með eyði laufi. Já, einmitt. Það er ekki oft sem maður sér það. Hann þarf að segja pass, þá koma 2 tíklar. Já. Nú er náttúrulega 2 hjörtu, sko, 4. litur. Já. Það er ekki eins og eðlileg sögn. Nei, en hann mun samt melda það, er það ekki? Já, melda það og svo 3 hjörtu eða 4 hjörtu kannski næst. Þá var hann búinn að sýnast þegar allavega 6 liti laufi og 5 liti hjarta. Ég ætla að spá því að hann komi eitthvað staða 4 hjörtum að næst. Ég held. Þá er síðan búinn að sýna báða litina. Ég ætla að spá því núna að Rúnar Einarsson í austur honum haldi engin bönd ef makkar hans tekur undir hjartað og hann veit 3 hjörtum eins og verður núna væntanlega. Ég held að hann muni langa alveg rosalega í Íslam. Ég er ekki svo viss það því að hann á sko eyði spað á einspili tíkli sem eru litirnir hjá makkar. Ok. Já, þetta var hann bara held fljótur að passa. Ég er nefnilega það sko, þetta er ekki gott fitt sko frá honum séð. Nei, ég veit. Og það er ekki eins og víst að ná að fría þetta lauf sko og kannski fái stytting og þetta ég held að þetta sé bara gott að stoppa hana. Já. Það er sér að ef þú segir ekki allar hendur og þú værir hana með suðurspilin, hverju myndir þú spila út? Já, það er nú það. Sko, hann veit að austur á 6 litur lauf og hann á 6 lit. Þannig að hann veit reyndar ekki 7 lit. Nei. Hann veit að makkar eða gæti verið, hann hljóma svolítið eins og hann sé bara viti skiptinguna. Hann á 5 spaða, 5 tíkla og 3 hjörtu.
hann veit af Eiði Lauf í borði sjálfur sér. Já. Sko gallin við þetta útspil sá að nú getur hann, ef hann drepur í blindum og leggur niður spaðaás. Tiltölulega eðlilegt útspil þannig séð að því að hann býst nú við að hann þurfa að fara að trompa eitthvað í borði hérna eins og Laufin sko. En eins og spilið þá getur hann núna að losa sig við tígul taparann í spaðásinn. Já. Og svo fer hann í trompsýninguna í Laufi. Sko það hann alltaf á þessu stíði áttan hann sig alls ekki á því hann sem En nú sé hann að hjartaleikur 4-1. Já. Þá getur hann eiginlega ekkert leikið sér neitt mjög mikið í þessu. Nei. Hann komið með 3 slagi. Já. Þannig að tekur hann ekki, hann gerir þetta svona. Já. Það dúkkað. Já. Kastaði hann trompaði ekki. Tígul drottningunni. Ok. Hann Hvað hann að hugsa? Og svona í þetta. Hann hefur hugsað sem svo alveg sama þó að hann fá að Lauf kónginn ég ætla þá allavega halda samgangi og láta ekki stytta mig þetta var svolítið sniðugt play sko. Já. Og hann ekkert að flýta sér að trompa þetta, hann með talningun og hrein og hann veit að það eru pipparnir úti í hjartanu eru undir 7. Þannig að svo fremi sem að Norður komast ekki inn í spilið þá Já, nú hann bara bullandi vandræðum, ekki? Bullandi vandræðum. Hann á núna bara 9 slagið, ekki? Yeah. Ef hann ætlar að reyna trompa Lauf, þá verður hann styttur. Getur það eiginlega ekki. Já. Ef hann fer 1 niður þá fellur spilið. Því þeir reyndu 3 grönd á hinubolunni. -1. En ef hann vinningi sem ég held að sé langsótt, það ekki? Nei, því hann jafn langur í hjartanu þannig. Já. Einmitt. Hann á leiðin 1 niður, sko. Hann reyna að sjá hvort hann eitthvað séns í þessu. Já. Það unnust einhver spil í síðustu viðuregn sem að sá kannski ekki alveg í upphafi að innust á hálfgerðum töfrabröðum. Já. Og það var svona leikur þar sem að borgaði sig að melda og það keyrt í slemmur. Reyndar fóruður í lokinni 1 niður, var það ekki andstæðingar ykkar? Jú. En þá voru þið búin að taka 2. Já, þeir áttu góð slummusving. Já. Líka í restina. Já. Þá bara eftir 2 laufslægir. Hann fær, það eru slægir númer 8 og 9. Fleiri verða það ekki. Já, það 1 niður. Það 1 niður, spilufellur. 4, hugsaðu þér Ómar, 4 spil búinn. Þarna lá hjarta 4-1 og Laufið algjörlega í stöppu. Já. Þetta var nú... Og svo fellur þetta bara í 2 ólíkum samningum. Já. Þetta stundur svona. Það hefði kannski getað þrætt þetta, það fer ekki... tekur ekki aftur hjarta, það svona spurning. Það spurning. Það tekur hjarta heima, það var allavega ekki döðveld, sko. Nei.
Magnús væri eflaust eldfljótur að svara þeirri spurningu en ég ekki nægilega góður til þess að geta svara. Nú voru 3 impar já, í spili 3 skiptu 3 imparar eigendur. Og hann var 2 niður á 3 hjörtum á hinu borðinu. Einmitt. Málninga komið 3-1 yfir. Akkurat. Þarna 15-17 punkta grand. Ég held að það reyndar standi 15-18 á kerfiskortinu þeirra. Já, það var engin neitt við það aðtuga. Nei. Það ná ekki nema 6 punkt á móti. Einmitt. Og engan lið til að leita að, þannig að þetta verður að teljast mjög eðlilegur samningur. Já, og ekki nægilega mikil skipting á austri til þess að fara aðhafa. Ekki til að koma inn á. Nei. Þannig kemur eðlilegt útspil, 4. hæsta. Og ef þú segir nú bara hendur norður-suður, hver væri þín aðferð, þín íferð? Myndirðu leggja niður Áskongi Laufi? Byrja á því eða... Nú sér hann alltaf tígullin opinn upp á Tígullin galopinn. 4 eða 5 slagi hjá anstæðingunum. Já. Hann getur... Já, þetta nú svona eðlilegt play. Það sækja bara hjartaslagi. Já. Það var svona tiltölulega þægilegt start fyrir Sagnafa. Já. Það var frekar heppin múlspil. En spaðadrottningin hefði ekki virkað betur. Þá hleypur þig á ásinn og svínar fyrir gósa. Einmitt. Og við erum alltaf að mæla gegn útspili með ásinn smátt 4. Já. En það sjáum við það að þó að negi 4 tígul, þá liggur ekkit á að taka þá. Einmitt. Það Og hann hefur verið smeykur með ásinn 4 í tígli. Hann hefur verið svona, það nú töluverða líkur á að tígulkóngurinn sé í norður, eins og sagnir hafa gengið. Já. Hann finnur svissi hratt og örugglega, sem náttúrulega bara góðu bridge. Já. Þeir fá 4 tígul, 1 á hjarta. Og þannig með 1 bót. Hann ætti ekki að gefa hann 1 á lauf ef hann... Sagnafi komið með 1 slag. Já. Hann ætti að standa þetta slétt, hann svína núna hjartanu. Já. Það 3 á hjarta, 2 lauf og 2 spaða. Einmitt. Þannig að það eins og gerist á hinu borðinu. Við gleymdum að nefna það fyrir þá sem eru kannski að fylgjast í fyrsta skipti með úrvalsdeildinni í bridge að þetta bein útsetting eins og fyrir við komið fram og hver leikur 14 spil. Þannig að nú erum við sem sagt að klára spil nummer 5 af 14. Því þá 9 eftir og ágætt ef einhver að koma inn í útsettinguna að minna á það að hér verið að berjast sæti í sjálfum úrslitaleiknum og Infokapital búin að tryggja sér sæti þar eftir sigur í síðustu viðureign og hér eru það sætir Grant Thornton og Málingar sem... Nú skiptir engum máli hvað stór sigurinn það bara svo sem vinnur fyrir áfram. Já. Það bara dettur út. Hvort sem það 1 upp eða 50. Já, einmitt. Þetta engum. Einmitt. Hér þetta eiginlega alveg ótrúlegt að... Hann hendi laufi þannig að... Já. Hann að fá auka yfirslag þarna. Já, nær sér... Það náði sér 1 uppa. Já. Hann hendi frá laufdrottningunni þannig að... Ekki eikur það forskotið í leiknum. 2, 3. Já, oksaður. Eisi spennandi. Já. En það nóg að vinna með 1 uppa. Það nóg. Einmitt. Ég heldur nú að þetta skiptingaspil hann númer 4 myndi bjóða upp á einhverja svaka sveiflur. Já, það mikill ægi. Þannig út með 7 lit í lauf og 5 lit í hjarta. Já. Ég svolítið hrifinn af það svona aganum sem í leiknum. Það engin vitleysa í gangi þannig. Þeir að vanda sig. Þeir að vanda sig. Já. Og hafa spilað þetta spil áður, maður sér það alveg. Já.
að fá 7. spilið. Já. Östugefur, hann er nú ekki fyrir opnun. Nei. Það var að spurning hvað hann gerir hérna í söður. Það vinnast 5 hjörtu. Á hverju myndu þú opna í söðurhendina? Já. 4 hjörtu jafnvel, út utan gegn á. Ég er 3. hendi utan gegn á. Út í annari hendi í söður. Já, ég er í annari. Fína sjöliti, hann ákveða að opna bara 1 hjarta. Já, ég er sammála því. Er það ekki bara alveg nóg? Þú átt þarna 10 lásin sem þú getur ekki sagt frá eða þú verður að opna 4. Sumir hefur kannski talið þetta sjölit og opnað á 3. Það finnst eiginlega ekkert nema 1 eða 4 kom til greina. Sko. Já, 4 koma aðeins til greina, en það væri kannski betra að hafa 4 lit með frekar en 31 hann í 3. Hann er mögulega að hugsa að hann vill ekki missa slemmu að makkar á góðu spilin. Út oft miklu verið spilin þetta fyrir 4 hjörstum. Akkurat. Það vinnast sko bara melda þetta í rólegheitum. Ef hann sér öll spilin og spilar litlu hjarta á 10 þá fær hann 11 slagi, annars fær hann 9, þannig að þeir mega eiginlega ekki villast upp á 5. sakstíði. Nei, allan segi ekki bara einmitt 4 hjörtu núna, hann ná bara langan hjartalit og lágmark. Steindrepur allan frekari áhuga. Já. Og ef allt í lagi þá segi Guðmundur Halldórsson pass. En sko, hann sagði 2 hjörtu, heldur þessu opnu, einhver hefur kannski stokkið í 4 hjörtu þar. Já. En hann, ef að makkar er að styðja hjarta átlita með stuttlit í spaða, þá er þetta bara alveg þvílít flott hendi, sko. En sérðu hvað þetta er hvasst útspil hjá honum Gauja? Lítill spað út. Lítill spað undan spaða ásnum, undan á þessa félagi. Ímyndar eða það hefur nú komið kóngu gósi í borði. Já, það hefði verið glæsilegt. Það er óheppin hann að það hefði verið erfitt að finna að rúka upp með kóngin. Mjög hugmyndaríkt útspil. Þannig að hugsa sér svo þetta er auðvitað mjög sterkt spil, ég verði að gera eitthvað róttakt. Akkurat. Þetta er flott útspil. Já, þetta er frábær hugsun. Þetta er ekki bara eitthvað út í bláin, þetta er vel hugsað. Já, hann er glaðvakandi. Já. Hann Guðjón Sigurjónsson. Sér að það þarf eitthvað að gerast svo að þetta fari niður. Það bendur til og drottningu 3. tígli að 10 liggur vel og svona. Mjög svona skapandi útspil hjá Guðjóni. Já. Kannski engin verðlaun í þessu spili en bara tímaspursmál hvenær maður fær verðlaun fyrir svona hugsun sko. Já, nú er hann í smá dilemma. Hvað ætlar hann að gera núna? Spila hann ekki bara spaða kóngnum og ætla sér að fá að trompa spaða? Já, við erum að fá upplýsingar um það að það eru spilaðir 5 tíglar á hinu borðinu. Já. Já, ef hann spilar spaða kóngnum núna, þá mun hinn væntanlega spila hjarta. Og upplýsa hvernig hjarta liggur. Já. Og gefur þá og þau gefa 2 spaða en bara 1 á hjarta. Já, það er engin leið til þess að bana þessu spili, ekki með nokkur í vörn. Ekki, sko, úr því að spila bara spaða núna. En 5 tíglar hanga á horri minni, þar þarf að finna drottninguna reyndar, það er kannski. Nú líður hún ekkert sérstaklega vel að hann heldur að hann sé hugsun að dúkka með ásinn, horfi bara á þetta. Já, einmitt. Akkurat. Klókt, gæti verið klókt að dúkka bara fyrsta slaginn. Einmitt. Að austur eigi spaða ásinn. Alveg rétt. Og þá komi lítið hjarta. Já. Og ef þú snýr hjartanum við, þá ertu bara komið niður, sko. Alveg rétt. Þannig að hann er ekkert vissum um hvernig hann eigi að standa þetta. Nei, það er hægt að fara niður á þessu. Einleiðin var að fara heim á tígul og svínalaufi. Já. Að henda spaða. Hún gefst ekki vel. Það gekst ekki vel. Nei. Það er auðvelt að sjá allar hendur að hann muni bara spila spaða og allar sér að trompa en hann hafa ekki að koma á sinn og svo hjarta. Þá fá þeir hugsanlega 2 hjarta og 2 spaða. Já. Þetta er ekki alveg klift á skori svona. Nei. Þegar þú sér ekki allar hendurnar og ert bara að spila þetta við borðið. Einmitt. Og 5 tíglarnir sem við vitum. Þetta var rosalega flott útspil. Það var frábært útspil. Setti stór hættu pilið. Já. Og 5 tíglarnir sem við vitum að þeir eru að spila á hinu borðinu, þeir, sko, manni sýnast nú þessu meiri líkur en minni á að þeir vinnist. En hann leysir þetta með spaðakóngnum. Þetta er vel gert. Já.
Hann hugsaði svo, ég tilbúin að gefa 2 hjarta, svona lengi sem ég ekki trompa 1 spaða, eða þeir hreyfa hjarta fyrir mig. Já. Ef þeir hreyfa hjarta fyrir mig, þá má ég gefa 2 spaða. Já, nú getur hann mun drepa á ás og trompa sig heim á laug og trompa spaða með litlu og gefa 2 hjarta. Fer heim á 10 lás og spila hjartakóng. Já, eða trompa sig heim og laug aftur. Já. Já, en þetta gæti verið sveifla. Já, 5 tíklar ekkert endilega svo þægilegir. Þú þarft að finna drottninguna. Já, eða meinar það að... Svo, hann á ekki innkomið þarna á hjartalitin ef hann ætlar að það er rétt. Hvernig ætlar hann að spila það? Já, einmitt. Hann getur líka trompað það er nefnilega ekki svo auðvelt að standa það. Nei. Einmitt. Sko, -2. Niður, sko. Hann er ekki það að fría hjartað. Nei. Hann ná ekki að eina innkoman er á 10 lás annan. Ég var alveg eins og björlusauður hér í hann átti enga hliðar komið til að fría hjartað. Einmitt. Og ef hann ætlar að trompa laufin, þá gefur hann 10 í staðinn og hjarta á spaðaslag. Minnst á að steita hann, en hann fór 2. Þannig að við erum hér að sjá fyrstu stóru töluna að fara til Grant Thornton. Það er Grant sem er að standa game hérna. Við erum að tala 420 pluss 100, 5 og 20. Hvað er það margir nippar? Ekki 11. Og þetta var í járnum áður, þannig að hér er komið töluvert forskot. Já, fyrsta svona alvöru sveiflan. Já. 6 spil í pókana. Já. Hefur þið haft gaman að því að spila þessa leiki sem að þú hefur spilað hérna í þessu móti? Já, mjög gaman sko. Já. Eitt spilaði ég nú í Veiðivötnum. Já. Þannig að það var ágætis netsamband þar. Já, einmitt. Það var nú bara fyrsti leikurinn sem við spilaðum hérna í sjónvarpinu. Já, það var fyrsti leikurinn. Já, sem við spilaðum sko. Já. Og jú, þetta er mjög skemmtilegt mót sko. Já, þetta er skemmtileg nýjung og mest að furða einhvern veginn hvað þetta hefur fljótt á henni sér sess sem einhvers konar bara ómissandi þáttur. Já, það eru margir, jafnvel þeir kunna ekki til brits að fylgjast með þessu heima sko. Já. Bara spennandi svona að sjá hvernig þetta er að fara og svona líka. Einmitt. Og þess að jafnvel að læra eitthvað af þessu. Já, mjög mikið kennslutæki. Og Maggi er náttúrulega búinn að vera alveg magnaður í því að af því að hann er líka vinnur við það að kenna brits. Já. Hann hefur notað mörg tækifærin sem hafa gefist til þess að útskýra fyrir leikum sem lærðum, töfrana og ráðgáturnar. Já. Svo sjáum við líka að menn gera mistök líka. Já. Það er ekki allt svona einfalt. Það var svolítið af mistökum í síðasta leik. Þetta var svona... Ég man nú eftir einu sem ég gerði. Ég gaf 1 grand hræðilega. Já, einmitt. Það byrjaði nú ekki vel leikurinn. Nei, það er alveg rétt. Það var ræðilegt. En það voru nú stærri mistökarna sem kostuðu meira. Já. Þannig að brits er íþrótt mistaka. Spurningin er bara hverjir gera fleiri mistök og hvernig höldum við áfram eftir að við gerum mistök. Svo eru svona sveiflunar stundum bara hvernig lefu guðurnir eru þann daginn sko. Já, einmitt. Það kannski kemst í góða samning. Já. Það gengur ekki upp. Það voru bara að taka því. Já. Já, 10 impa forskot. 10 impa forskot. Það er alvöru forskot í 14 spiluleik en getur náttúrulega fokið bara strax í næsta spili. Já, það er ekki. Það er bara eitt sving og það var farið. Hér er opnað á Grandi. Já. 16 púnta. Og hann fer í hálfutaspurningu. Já. Og ætlar sér að fara í 4 spaði ef hann fær spaðasvar, en núna segir hann bara 3 grönd. Einmitt.
Hann á 9 punkta á hættunni. Ég held að hann sé ekki að fara að gefa áskorun, sko. Nei. Þarna 10-9, mjög fallega 9 punkta. Já. Enda 3 grönd bara... Svona með 9 þá oftast ferðu bara í game nema sér kannski ljótir 9. Já. Móti 15-17. Hann á líka 2 10 og 2 9 þarna í lálitunum. Mjög þéttleiki hérna í lauf og tigli líka. Já, einmitt. Þetta verður bara handavinna. Þetta útspil svona eftir bókinni. Já. Það eru 4 lauf og það verður ekki minna neitt. Við sjáum hvað skemmtileg staða komið núna í spaðanum, að djúpsvína spaðanum alveg allsvakalega. Já. Það veit hann á gósa 10, veit ekki með 9. Nei. En þar hann náði að halda hann á 4 lauf. Já. 5, 6, 7, 8, 9, hann stendur þetta alltaf. Já, já. Þarna hefði hjarta útspil verið best fyrir vörnina. Aftur á hann ás, 4. ás spilar ekki frá honum gegn grandsamningi. Já. Nákvæmlega. En það svona, ef að makkar á eitthvað háspil í spaðanum þá geta hann verið að brjóta þarna 2-3 á spaða, þannig að það er lett fyrir okkur að sjá allar hendur að spila ykkur öðru út, sko. Ég er ekki að gagnrýna því, bara að segja að vill þannig til, það svona tilviljun, sko. Já. Já. Nákvæmlega. Hann kannski dúkkar þetta. Það hefði ekki dugað samt hann. Nei. Og hann gefið hjarta og... Hann dúkkar þetta einu sinni, já. Og svo á hann 3 laufslagi, ekki færri en 2 spaðaslagi, 10 lásuna hjartaslag. Já, já. Þetta er spurning hvort hann endar með Það fari yfirslag á hinnu borðinu. Já. Þetta er bara spurning um það, hvort hann nær yfirslag. Já. Svona leiksins vegna vonar maður eiginlega að hann fái ekki yfirslag. Svo það jafnist þá væri einni. Hann er búinn að gefa 3 slagi. Já, nú er hann ekkert að leika sér að því að það sem við vorum að tala um að djúpsýna spaðanum. Nei. Að því að ef að hjarta væri sko spaða 9 hann önnur. Einmitt. Þessi er tvímenningi, þá gætur þú hugsað þér að stelast þig að reyna að fá yfirslag. Já, já. Fórna spilinu. Runar að negi gósa 10-9, sko. Einmitt. Þannig að, en það er ekki alveg nóg til þess að fórna því, sko, í sveitakeppni og horfandi á getur verið dán. Nei. Hann tekur bara home run á þetta. Já, Austur veit allt í spilinu þannig að hann mun aldrei kasta spaða. Hann hendur ekki spaða. Blindan. Nei. Og hann hanga á spaðanum. Það eru mjög mikla líkur á að einn impi sé að skipta eigendur og detti til málingar sem mun þá væntanlega skulda 9 impa. Voru þeir 10 eða voru þeir 11 fyrir? Skulda 10. Já. Ná að krafsi einn impa, við spáum því. Og leikurinn hálfnaður, 7 spil eftir og allt getur svo sannarlega ennþá gerst í þessum bardaga. Hann stakk 10 á milli, sko, í spaðanum. Er hann núna algjörlega samfærður spaðastöðuna? Já, stakk hann 10 á milli. Já. Það var ekki nógu gott hjá hann. Hann var satt ekki að skýna. Hann sleppur með skrekkin. Já. Myndur ekki spila frá gósa 10-3 líka, þannig að... Jú. Þannig að kostaði ekkert að setja 10 hann svo næst. Nei. Þetta er oft svona sárfræðilegt að þú ferð ekki að fórna samningnum fyrir þetta. Nei. Og að tilfinningin sé að negi 9 líka. Alveg rétt. Nú, þá eru þarna 2 pöss í vestur og norður. Það var leikurinn hálfnaður. Já. Austur segir pass og það er opnað á þeir eru bara að spila 15 punta grand, opnað grandi. Nú er það spurningin hvort
hvort hann gefur áskorun það ekki með Já, hann á 8 púnta. Fyrir gegnum 2 lauf og þeir finna 4-4 í hjarta. Já, og finnur hann hjartað. Já. Munum ekki segja þá 3 hjörtu, svona, ok, það er ekki með doppl þannig. Dopplar, já. Já. Nú eru til nokkur kerfi, Ómar. Já. Hvort þú passar, redoblar, eða hvað það vinsalast að þú átt eitthvað stopp í laufi þegar þú svarar steiman. Einmitt. Passar eða þú átt ekki stopp í laufi. Einmitt. Það er svona algengast. Já. Og hinn ekkert að tvínuna við þetta þótt hann vita að laudrottningin kunna vera handónýtt sem skilur hann það eftir. Já, hann hugsaði sér svo að hann á samt ás eða kóng að því hann... Já, alveg rétt. Já, hann veit það. Hann á eitthvað stopp í laufi. Já, einmitt. Hann veit að laudrottningin ekki handónýtt. Hann veit að það eru laufpunktar í suður. Ef þeir eru að spila þetta kerfi sem þú ert að tala um. Já. Einmitt. Hann ríkur bara í geimið og hann á líka góða skiptingu, veit ekki hvernig tígullin nýtist. Já. Ég held að tæknimaðurinn okkar hafi verið að segja eitthvað samninginu á hinuborðinu. Má ég fá að heyra það aftur? Það er spilað 2 hjört á hinuborðinu. Það bara verið að spila 2 hjört á hinuborðinu. Já. Og ef mér skjöplast ekki, þá eru alltaf 10 slagir í spili. Það liggur frekar þægilega fyrir sagna. Hann gefur 1 á lauf og... Hjartagósin 1 á hjarta og 1 á spaða svona fyrstu sín. Já. Það lítur út fyrir að hann standa þetta. Já, mér sýnist það. Geta þeir eitthvað strítt honum? Sko, já... Og þó hann spili að því að hann hjartaði nú getur ekkert upp hafið neitt í hjartanu, sko. Nei. Og það kemur lauf og... Það er náttúrulega algjör draum að lega í hjartanu. 3-2 gósin á hægri hönd, annar. Og allt spilið liggur... Nú er hann pínu óviss hvernig hann á að spila hjartanu. Það er svolítið hættur að spila hjarta á drottninguna eða kostar eitthvað ás. Já. Kemur nú að lauf og hinn fá á 9 eða gósan. Einmitt. Það er svona ekki alveg klift á skorið. Hann fekk 11 slagi á hinnaborðinu. Það er ekkit annað, sko. Held hann endi nú alltaf að standa þetta eins og þetta liggur, sko. Hann frá honum séður hann ekkit vissum að hann standa þetta. Hann sér að það er 1 á lauf, 1 á spaða. Nú má hann ekki gefa hann 1 á hjarta. En heldur að doblið hefði komið hjá Austri á laufin ef hann ætti til dæmis hjartásinn líka? Já, já. Jú, ás. Já, já. Hann þá kannski áskósa á hjartásinn sem innkomið að þeir var endi í 3 gröndum. Akkur ekki það. Hann veit náttúrulega ekkert núna, hann veit að það er stunga yfirvóðandi í spilinu. Hann getur ekki farið inn í borð á 10 og þá konar hætt á 10 stungu líka. Svo er það. Hann hefur ekki hugmynd hvað spilið liggur vel. Það er svona hvernig best að fara í þetta. Já. Gæti verið best að spila bara litlu spaða og alltaf sér að gefa 1 á spaða og trompa. Algjörlega. Nei, og þá... Nei, það er sannlega aldrei rétt með 5 litin. Nei, hann getur bara að spila laufi og hent svo spaðanum í lauf kóngin og hinn má alveg trompa. Og má hann gefa 2 hjarta. Já, auðvitað. Og 1 á lauf, sko. Einmitt. Það gæti verið plan að hann byrjar bara strax að spila litlu lauf á drottninguna. Mögulega upp á að gefa þá engan á spaða. Áður en þeir svissi í spaða. Einmitt. Og gefi þá... Segjum að spila hjarta á drottninguna og komi spaði, þá gæti hann verið niður ef hann gefur 2 hjarta, 1 á spaða, 1 á lauf. Já, já. Hann má gefa 1 á lauf, 2 hjarta ef hann gefur engan á spaða. Einmitt. Það er plan. Og hann pínur hættur að ef hann spila laufi þá komist tígull og þá séu búið að opna fyrir einhverja tígustungu. Það er svona, þetta er, ef að hjartaði 4-1, þannig að hann er svona að reyna að fara yfir það, hvar eru hættunar í þessu? Hvernig... Margar leiðir sem komið til greina. Já. Hann er að reyna að reikna út albestu leiðina. Ég hugsa hann enda á að spila lauf á drottninguna og vona hann gefur bara 2 hjarta og 1 á lauf. Einmitt. Og endi þá kannski með 11 slagi í staðinn. Já, þá kannski ræður hann við áskosa 4. vinstra megin með því laginu. Já, það má gefa 2 hjarta og 1 á lauf ef hann gefur svona engi sem hann gefur ekki spaðarslag. Af því að doblið var svolítið aggressíft hjá Rúnari og bendir svona oftar en ekki til meiri skiptingar heldur en reyndist
Jú, hann var alltaf svo góða lauflit, það kannski, hann veit svo sem ekki hvað hann á til liðar, sko. Nei, en jú, oft það kannski skipting. Já, oft það einhver skipting. Þannig að þetta svona þyngra fyrir hann að finna leiðina. Hann sér að laufið 6-2, þá gæti nú einhverst að vera einspil, sko. Það nú tekur Násin og lögkóng. Spila bara lögkóng. Leifur hann að trompa og hann verður yfir trompana. Já. Það var með fullt valdspilin. Má líka hendur bara spaða. Þetta er ekki bara fýtt bridge. Já. Þannig að Grant þarna að taka inn gameswing. Já, en smá sem sagt sárabóta þeir fengu 11 slagi í stufnum á hinuborðinu. En eiga síður 5 impar eða ekki. Það nú ekki 11 slagum núna. Nei, hann fær ekki 11 hér. Og þegar hann svissaði í spaða líka. Já, en með hvernig leikurinn hefur þróast þá þetta tölver viðbóta fórustu, þannig að sem stendur þá verið stöður sem að þín spá muni rætast en ekki mín. Þeir vinni Madeira fararnir. Já. Við skulum sjá, þeir hafa ekki sagt því síðast þeir hafa nú tekið ansi stóra sigra hérna í sjónvarpinu. Það er alveg rétt. Það er mjög mikið eftir. Tekið góða spretti. Já. En þetta lítur aðeins betur út fyrir Grant heldur en Málingu sem stendur. Eins og er. Já. En 6 spil, guð mig góður, hvað margt getur gerst í 6 spilum. Já, hann ríkur bara upp másinn. Já. Smá vonbrigði hjá Gauja að Rúnar hafi ekki Nú var hann að halda hann þurfa að trompa með drottningunum mögulega. Já. Ef hann ætti enga spað eftir. Það mitt. Hann engið svolítið hann Gunnar Björn í spili en þetta fellur til hans. Þá var hann búinn að ná 10 slögum. Já. Þeir eru þéttir, þeir Guðmundur og Gunnar Björn hér í... Já, þeir taka keimið þarna, það var eins og þetta lág, þá var nú ekki takt að stríða mikið í þessu, sko. Nei, þarna eru 6 imparnir. Það er ekki að segja að þetta hafi verið örugt game. Alls ekki. Það legið auðvitað eilítið öðruvísi, það var svona mörkunum þarna. Gefa áskorun eða rjúki game. Forustan er 15 impar sem að við getum sagt að séu kannski 3-4 stubbaspil, þannig að þegar það eru bara 5 spil eftir, þá væri gott fyrir Málingu að það færi að detta einn stig. Þeir þurfa að ná eitthvað tilbaka. Já. Það er opnað á hjarta, já, pass og spaði og pass, lítið að frétta svona sögnum í Norri Suður þarna, þá var bara spurningin. Spáði að það endi í 4 hjartum. Já, var ekki. Sem er mjög góður samningur. 4 hjartu slétt stæði á hinu borinu. Já. Það er svona eðlilegur samningur. 6-2 feitt í hjarta. Já. Og endur tekur hann hjartað og þá lofar hann 6 lit. Einmitt. Hvað myndið þú melda núna með vesturspilin? Ég hugsa að segja bara 4 hjartu, sko. Já. 10 spil og það er ekkert meira vitnana við, sko. Nei. Ef þetta aðeins minna að hann myndi að gefa áskorun. Og hann veit að, sko, 11 punktar. Þeir myndi fara í gegnum 2 lauf, það ekki, eftir 1 hjarta, 1 spaða, ef hann ætti einhverja risahönd, Jú, það sem kallað hexuna. Hexan, það sem er þá. Einmitt. Þannig að hann veit hann á svona allavega ekki hámarkínu, sko. Nei. Hann getur svona cirka átt þetta sem hann á en ekki meira en hann á. Nei, hann er örgulega hámarki verið því. Já, einmitt. Þannig að þetta virðist ekki ætla að verða sveifluspil. Nei. Og sandurinn rennur í tímaglasi Málingar. 2 á tígul og 1 á hjarta. Sýningin í hjarta liggur ekki. Nei. Eina spurningin væri hvort þeir taki þessa tígulslagi. Já. Og
Hvað heldur að komi nú sem útspil hérna í söður? Mér finnst nú svo sem bara Reynir, tígulásin. Það reynir ekki undan ásnum eins og þau gerðu. Nei. Þarna kemur tígulásin. Já, ég held ég hefði allt spilað tígulásnum. Horfandi bara á mín spil þarna eftir þessar sagnir. En það er gott útspil. Það bannar ekki spilinu en það er gott útspil. Hratt og örugglega 2 tígul. Já. Og býður hann með hjartakónginn en það er því miður ekki fleiri slægir í boði. Nei. Þetta verður... Það hefði líka mátt koma lauf út að tína ekki tígul slögunum þrátt fyrir það. Nei. Þá hefði hann sennilega mögulega tekið 2 efstu í spaða eða drottningu á ás. Það hefði svína hjarta og það gengur ekki og þá tekur hann tígulslægina. Eða tekið spaða drottningu, spila hann á ás og spila kóng, kasta tígli. Þá hefði hann geta verið í smá hættu, sko. Já, það er kannski ekki mjög sveitakeppnis leikspilamennska. En hann ætti nú að vera snöggur, sko, þegar Norður hefur lokið sinni umhugsun, þá finnst manni svona líklegt að, já, þetta er ekki vilsan eitthvað annað. Og eftir þennan kóngmun væntanlega... Hann er að leggja fljótlega upp. Og maður claim. Eins og við köllum það. Já. Að krefjast allra þeirra slaga sem eftir eru. Nú kemur kleimið. Já, kemur kleimið. Bjössi Kleim kallaði Hrólfur hérna mig einu sinni Hjaltason eftir ég hafði kleimað í sveitakeppni 9 slagi í Gröndum og þeir komust að í löngu seinna þeir voru bara 8. Nú var það. Já. Hefur þú aldrei fengið neinn svona viðurnefni? Nei, já, það var allir með viðurnefni og Laugavatni, sko. Já, einmitt. Já. Það var allir með svo Ómar Sjarif, til dæmis. Jú, já, eðlilega. Ja, Fógetinn, kallaði Fógetinn. Þetta er nú meira stuðið þarna hvað við höfum fengið marga öfluga brittspilara frá menntaskólanum á Laugavatni. Alveg ótrúlegt, sko. Það var mikið spilað á heimavistinni, sko. Já. Það hefur verið svipað í MA, eða ekki? Jú, það passar. Þar meitlaðist brittstálið. Heyrðu, sko, hann opnar þarna, eins og ég segi, við erum aðeins búin að kíkja á kerfiskortin þeirra, en er þetta 9-12? Þetta sé ekki 10-13? Eða 10-13, já. Eða 9-12, það er einu kort, já. Já, einmitt. Þetta er hörku samningur. Það liggur hvert einasta spil, laufkóngurinn, tígulkóngur og hjartakóngur. Þannig að hann endar sannlega með 12 slagi, en... Já, það liggja allar svíningar. Já, það liggja allar svíningar. Það þurfi ekki allar að liggja. Það er ekki punktastyrkur í að reyna að slemmu. Nei. Nú er best að dúka en hann sér það. Jú, gott hjá honum. Jú, hann sér það alveg. Hann sér blindan, jú. Það er ekkert annað sem kemur til greina. Já, þetta áttur að taka... Fljótt af. Tiltölulega fljótt af. Já. Ekki alla leiði til Rómar í þessu. Já. Suður mun reyna eitthvað örvæntingafullt núna. Nei, hann getur ekki neitt. Hann horfir á báða ásann hann í blindum. Kannski bara skásta spil upp á makker með... Já, þetta er skásta leiðin. Ef Norður hefði bara byrjað með einspililöfi. Hann hefði verið að finna sko eitthvað dúkku með ásinn en ekki já, það. Og að fengi stungu. Já. Það var svona að reyna að gæla við það. Já. Nú tekur hann sanna trompsýningu í laufi, er það ekki? Jú. Tekur svo einhverja svíningu við viðbót. Já, Hjarta eða tígli og það ganga báðar. Hann hefði getað yfir trompað góðsann, hann vissi náttúrulega ekki hvernig það lagi, hann getur bara líka spilað spaða á, nei hvort er betra núna að spila hjarta eða tígli? Hann sér að hann þarf á því að halda svína annarkvort hjarta eða tígli, hvort eða setna. Já, bara svona
slembi val, kotturauða litin hann velur. Eins og við segjum báðar leiðir ganga allar svíningar spilinu, 3 af 3 leikja. Með svíningu átti það þegar háspil á milli Sagnava og Blinds og eða öfugt og maður klemmir sem sagt hérna spilið á milli. Já. Það einhver sem veit ekki hvað svíning er. Þetta hljóma fyrir svona þessu spil ekki bridge, mjög svona skrítið orð, sko, svíning. Einmitt. Það líka eins og þegar ég var að búa til fyrstu bridge þáttaröðina mín að bridge fyrir alla og tæknimaðurinn minn heyrði einhvern viðmælanda að tala að dobla stubb upp í game. Já. Hann enn að hlæja og hann veit ekki ennþá hvað þetta þýðir, að dobla stubb upp í game, honum finnst þetta rosalega fyndið. Nákvæmlega, það svona bridge máli getur verið svolítið flókið. Já, skemmtilegt. Já. Ok, þarna bætir hann við einum spaða. Já, hann á skemmtilega skiptingu. Já. 6-4, það oft svona ígildi segja svo lit. Einmitt. Einhverja brjálæðinga sæi ég opna á 4 spöðum með þetta mér að segja. En 3 spaðar. Það er gróft, já. Það er gróft. 3 spaðar spilaðir. Og það mun ekki vinnast. Það ljóst að það að minnst einn niður. Hjart út, hann getur nú hent einhverjum... Já, myndi það kom hjart út? Það kemur hjart út, hann getur hent einhverjum tapslögum í það. Já. Það getur hann að hent 3 spilum í... auðvitað. 3 laufum í þetta, gefur þá 1 á lauf, má hann gefa 1 á tígul. Var þetta ekki eina innkoman í Blindan? Rosalega voru þeir óhefnir með útspilið þeir Gaui og Rúnar þarna. En svo gefur hann 3 á spaða. 3 á spaða, 1 á lauf, allir þetta leikinu ekki samt 1 án. En þetta mikið líflína að fá, sko, þetta hjartaútspil og samt þetta nú kannski bara eðlilegasta útspilið, þannig að þetta bara gríðarlega óhefni. Já. Nú mun hann spila tígur drottningur. Já. Hann sýnir 3-lit í tíkli með að kasta 10 þið kannski munið það áhorfendur sem eru svona að byrja að læra bridge að lengdarmerkingar eru notaðar til að sýna hve mörg spilkort eða oddatölu eða sléttatölu í litnum og hann á sem sagt 3 spil þarna sem er oddatala og kastar 10 sem þýðir hann á 2 undir, það er að segja oddatölu. Já. Nú vörnir komið 2 slægi og fær 3 viðbót á spaða. Já. Þetta dugði ekki til að gefa stubbinn. En varstu búin að greina það, áttu austur-vestur eitthvað í þessu spili? Sennilega ekki. Nei, hann náttúrulega átti svo góð spil hann í norður, Já. En ekki neitt fitt við spaðan. Nei. En hann gæti ekki hækkað í 4 spaða. Já. En hann hefði átt svona drottningu aðri spaða á svipu spil, þá hafði hann örugglega hækkað í 4 spaða, sko. Já, einmitt. Með 1 spil á móti, þá náttúrulega passar hann 3. Einmitt. Það er líka eitt það ákveð að opna 4 spöðum með svona 6 liða sjölit. Getur látið makkar svolítið velja. Þú setur 3 orðið, leggur pressa á anstæðingana. Einmitt. Láta makkar, hann veit þá hvað þú átt. Já. En það þarf ekki alltaf að gamla sko, út í loftið á 4. Sko. Hárrétt, mjög góð. Það er svona, það er einum og gróft. Nefnir náttúrulega með miklu betri lit, sko. Já. En ekki svona lélega lit. Nei. Það er 50 kall á leiðinni til Rúnars og Gauja hérna, Guðjóns. Já. Það er ekki alveg auðvitað. Það er fróðlegt hvað þeir gera á hinu borðinu. Já. Það er farið sér eitthvað að voða eða... Það er smá sjans. Eða ná að stoppa ennþá neðar. Það er nú svona... Já. Ekki að veðja á það svo. En hann fékk náttúrulega samt svolítið heppilegt útspil, sko. Þannig að jafnvel 2 spaðar. Ja, samt ef hann hefði fengið lauf þá hann hent, sko... tíklunum í staðinn. Já, fær út lauf og svissaði yfir tígul. Þá getur hann hent sko bara tíklum í hjartað. Hvernig fer hann inn á hjartað? Hann átti hérna tígul
Já, minnar kemur Lauf og Sviss í tígul. Já. Já. Hérna það er eitt mót, Ómar, sem að mér langar á meðan við sjáum þá melda hérna kempurnar, langar til að ræða við. Það er önnur deildin í Brits, mót í Hafnarfirði. Já, það er núna eftir 3 vikur. Það er eftir 3 vikur. Spila laugardag og sunnudag. Já. Í Flatarhrauni í Hafnarfirði. Það passar. Það sem Britsfélag Hafnarfjarðar spilar. Stór skemmtilegt mót, stuttileikir, 10 spiluleikir. Það er rosa skemmtilegt mót, bara hvetjum alla að skrá sig í það. Er það ekki? Það er bara opið fyrir alla nema náttúrulega þá sem er í fyrstu deild og Einmitt. þeir sem fjall í fyrstu deild, þeir geta spilað í annar Já. deild. Reyna að ná ekki svona Reyna að ná bara sér aftur upp í fyrstu. fjölmennu mótið þarna í Hafnarfirðinu. Að gera. Og svo náttúrulega styttist í Brits-hátíðina sem að við erum náttúrulega báðir farnir að telja dagana. Já, það er svona jólin fyrir Brits-spilara. Já, fyrst koma jól og svo koma meiri jól. Svo koma meiri jól. Hún er í lok janúar, alla jafna. Já. Og þannig að það er mörg hátíðin framundan. Já, nú sjáum við með þessari yfirfærslur hjá þeim þarna, hann opnar á Laufi. Já. Hjarta því þá yfirfærslu í spaða. Einmitt. Og oft kemur eitt spaði við því, en nú á hann bara, ef hann átti 2 eða 3 spaða, Einmitt. en núna á hann ekki fitt í spaðan. Nei. Náttúrulega alveg mjög eðlilega að tvekja laufasagn. Já. Þeir eiga slatta punktum, þeir eru 23 punkta. Já, en lítið fitt er mitt í Laufi og hann ákveður bara að láta gott heita í 2 laufum. Sem er góður Brits. Mjög skiljanlegt. Það voru 2 spaðar, slettunir á hinu borðinu. Já, þeir nefnilega náðu að halda sér einu neðar. 4 rimpar. Þeir eru opnað á 2 en ekki 3. Já. Akkurat. Staðið það slétt. Núna er munurinn 10 rimpar. Og þetta er gott stopp hjá Guðmundi og Gunnari Birni. Getum við ekki verið sammála það? Jú. Það er hægt að villast eitthvað. Að vísu hjartakóngurinn liggur þarna ansi vel. Eðlilegt stopp, myndum að segja. Já. Það er að spá í hvort einhverjir brjálæðingar fara í 3 grönd og reyna þau. Já, það er alveg hugsanlegt Eða fara allavega upp á 3. stig. Já. Hann er núna búinn að gefa 3 slagi og hann gefur ekkert fleiri. Hann gefur ekki fleiri, það er... Hann har 10 slagir í Laufum og þeir spiluðu bara 12 plus 2 hinn. Nei, þetta er þetta spil, já. Það er, það er 10 slagi. Já. Þannig að þeir mega nú spilað 3 lauf eða eitthvað hérna borðinu. Eða svona einu sinni til gamans að kíkja kannski yfir á hittborðið ef þeir eru að melda eða eitthvað. Aðtöga hvort það er eitthvað spenna í. Hvað er að gera hérna á Madeira? Þeir eru semst að melda lauf, spaði, 2 lauf, 2 spaðar. Já, við sjáum strax að þannig komur upp ný staða. Hann heitir á passið. Já. En þarna getur verið einu staðin með kosturum yfirfærslunum í hinnuborinu. Já. Að oft, ef hann á 3 liti spaða, og vil hann að segja 1 spaða. Einmitt. En ef hann á 2 spaða eða náttúrulega 1, þá vil hann frekar að segja 2 lauf. Þannig að hinn vissi, hann á ekki 3 liti spaða. Gæti á 2. Já. Það er ekki eins mikið case fyrir að reyna að finna spaðafittið. Þetta er svolítið í blindni. Núna veit hann ekki að gata alveg verið 3 litur á móti í þessu kerfi. Einmitt. Þetta er einmitt skiljanlega þarna 5-2 fitt hugsanlega í spaðanum, ekki óleiklega. Nei, einmitt. Það fáið 2 litur á móti oft, Einmitt. Eða bingo að hann fæði 3 lit náttúrulega. Einmitt. Það er best að hugsanlega lega andstæðingarna í trompinu. En svo er nú 4-3. Gósin drúgur hann á móti í spaðanum. Já, mjög drúgur. Og svo liggur spaðin 4-3. Já, svona fyrstu sín að þið fáið bara 2 slag á spaða. Já. Já, meinar. Nei. Það ætti nú ekki að vera í vandræðum að standa það allavega. Hvað er hann? Nei. Þeir dúkka báðir. Þeir dúkka báðir. Það er góð vörð, Já. Það er ekkert vitið að spila meira hjarta áfram, þannig að hann spila hann ekki bara... Já.
Já, hann spila bara tígli og það allt í lagi þó þið trompi. Hann hugsa sér svo, ok, allt í lagi þó ég gefi 3 spaða. Já. Allt rólegt. Það allt rólegt. Og fer hann ekkert meir í spaðan, sko. Nei. Það vill ekkert... Nú fer hann að trompa bara lauf. Já. Hann sér bara að það allt í lagi, þeir fá bara sína spaðaslegi. Já. Og jú, hann getur trompað hann á tígulinn auðvitað í austur, en samt bara góðum málum. Gefa hann ekki bara 3 spaða og búið. Nú ætlum ég bara að selja þér sjálfdæmi, Ómar. Hvort vilt þú halda þig hér í næsta spili nú þegar aðeins 2 spilur eftir og þetta að verða ansi spennandi, eða viltu fara aftur yfir á hittborðið? Ekki allt til að fá aðeins þá í útsendinguna? Já. Sjá hvernig Jón og Eiríkur, hvernig þeim gengur að leysa vandamálin og... Já, fylgst með þeim í síðustu spilunum. Og Helgi Sig og Stebbi Stef í austu vestur. Jú, það er bara fyrirtagshugmynd. Hann endar með 10 slagir ekki. Eða er það 9? Það trompar yfir, getur spilað laufi, neður til að trompa á 2 síðustu þarna í austur. Þannig að það er 140 kall á móti 130, spilimun falla og svona eftir því sem að þar sem það er bara 2 spil eftir þá eru svona ef veðbankarnir myndu opna núna þá væru flestir að veðja á Grant Thornton. Já, þeir eiga 10 umpa. Þetta getur verið æsi spennandi þessu 2 síðustu. Heldur betur. Bara eins og í síðasta leik. Réðist þetta alveg í restina. Það vantar einhver svona villidýra spil í lokin. Heldur að komi dramatík? Þeir náðu þarna 2 game svingum. Já. Það hafa ekkert verið mjög mörg svingi í þessum leik nefnilega. Nei. Það er skorið frekar lágt, sko. Það er lágt, þetta er velspilaður leikur, sko. Já. Það verður bara að gefa drengjuna. Að vanda sig. Já. Einmitt. Ok. Spil 13 af 14. Norðurgefur, hann á ekki fyrir opnun. Nei. Austur á ansi fallega hendi. Rosalega spil. Mjög fallega hendi. Mér sýnist að það vinnist slemma í austu vestur. Þeir villast í slemmu, 6 lauf. Já, eða 6 spaða. Meira segja 6 spaða, já. Sá sem villist, hún farnast vel. Já, drottningi dettur í spaðanum og laufinu. Og hjartasvinning. Já. Ykkur. Nú hann gefur rífur, svona stekkur með 3 laufum fyrir ykkur sem eru kannski ekki allt of... ætla nú að tippa að þeir fara ekki í slemmu, en hver veit, sko, því að... Það er mjög ólíklegt. Það er eiginlega... Skulum ekki útiloka það. Þú útilokar það ekki... Nei, hann gamli... Af því að þetta eru Stefán og Helgi. Segir mann ekki hjarta kóngin og eitthvað smá nýtilegra heldur en 10 kóngin. Já. Nei. Nú sér hann að það nú ekki fitt við spað og laufið, fyrst hann velur 3 grönd. Þá er ekkert meira að gera, sko. En ef leiðan hefði fengið stuðning við spaðan eða laufið, já. Þá er hann náttúrulega ansi fallega hendi. En af því að þetta er svo spennandi, hefur kannski að kíkja aðeins og sagnir á hinu borðinu í spilu 13, því að það getur ekki hrygt í 3 gröndum, þetta er alveg... Heyrðu. Þetta eru 5 og 10... Eru þeir á leiðin í slemmu? Þarna er eitthvað að gerast nefnilega. Það er eitthvað að gerast nefnilega. Já. Þetta ber allt öðru í sað. Nú, 2 hjörtu, það er athyglisverð hjá þeim, það er veikt eða sterkt í spaða. Einmitt, veikt eða sterkt. Og hann á sterkt í þessu tilfelli og hann segir 2 spaða bara til að spila ef hann á veikt. Já. Nú hann segir hann 3 lauf, þá er hann búin að sína hann fyrir 6 konur í 6 lauf. Þetta ber allt öðru í sað nefnilega. Og það hriktir ekki í þeim. Er það ekki rétt skilið hjá mér? Hann
bara neyðist til að standa það. Já, neyðist til að standa. Það er algjörlega þannig. Heyrðu, og þetta eru hvað? 12 eða 13 impar og þeir eru komnir yfir ef allt gengur eftir eins og við erum að spá. Ef maður svínir laufi strax, sko. Ef hann tekur einu sinni lauf á sig og allir sér svo að svína. Já. En Akkur ætti hann að svína laufi strax? Hann á náttúrulega enga, málið er að hann á enga einkomu. Hvað kemur út? Já. Það væri eðlilegt útspil að spila tíkli, það ekki? Það er ómeldaði litur. Jú. Það er ásinn. Einmitt. Nú kemst hann hreinlega ekki inn í borð, sko, með góðu móti. En Norður er eiginlega bara enda spilaður í ákveðinu skilningi í slag 2. Já, það kemur líklega tígull út ef við giska á það og lítið ásinn. Lítið ásinn. Hvað gerir það nú? Allt sem Norður gerir er vont en skást er hann spili hjarta 9. Er það ekki? Jú, til að hræða hann svona þess að, hvað ætlar hann að gera þá? Taka ásinn og áskong og trompa spaða til að henda hjarta í 10 kónginn? Já. Það lítið þannig út að sama hvað hann reyni, það muni ganga. Einmitt. Þannig að ég held við getum talið ansi mikla líkur á að þessi grjótharða slemma sem nú kannski ekki svo... Þessi að fá 13 umpa hérna máling. 13 umpa, ekki fallegasta slemma í heimi. Nei, það er svona vantar aðeins inn í þetta. En auðvitað austur með alveg rosaleg spil. Já. Eftir að hann sagði ekki 3 grönd, þarna heldur 3 hjörtu, þá bara held hann engin bönd. Og 5 laufa sögnin er mjög falleg hjá, þetta er hansi skemmtilega meldað hjá þeim. Þótt að þetta sé hart. Svona þið vilja kannski eiga 4 lítil laufi þarna, vestur, en gósi 10-3, bara... Það meiri svo alveg möguleiki að 3 lauf hafi þýtt hreinlega 5-5 en ekki endilega 5-4. Já, heldur það? Gæti verið, það hafi eitthvað svona gerfisögn. Já. Ef þeir ættu ekki 5-5, það getur svo 2 grönd og eða... En hugsaður dramatíkina. Ég þó ekki viss. Erum við að fara í, hreint úrslita spil í síðasta spili þessara viðureignar? Það verður að standa þetta, en ég sé ekki annað en hann muni gera það. Eins og síðast. Já, ef hann fyrir niður, þá er leikurinn búinn. Ef hann kemur hjarta, þá þarf hann ekki nefnilega að svína. Nú gæti hann hugsað, ef spaðinu 3-3, þá geti trompað minn í borð, eða þá að laufgósin haldi þegar þú trompar. Eins og það gerist þetta, ef það dettur í drottningin, það kemur tígull, það var... Já, og það er kannski ágætt fyrir áhörfundur að vita það að máling heldur áfram ef leikurinn fer jafn í impum vegna þess að þeir voru 0,14 í undankeppninni. Já, í undankeppninni fleiri stig, 0,14. Þeir vinna á jafnteflinu. Já, þannig að það er líka gott að hafa það til hliðsjónar. Ok, nú er... En hvað heldur þú segir að hann sé að hugsa núna? Þetta var... Þú vilt meina að nú geta hann farið niður á því með að láta laufgósan rúlla? Í fyrsta. Já, því að nú fer hann heim á fer inn í borða á tígull, kóng. Já, kastar hjarta svín. Hendir hjarta, þar nú þarf hann ekki að svína hjarta lengur. Nei. Og það er 5 úti. Nú hugsaði hann anskotin, ég var annarkot að finna spaðan og gefa engan þar. Já. Eða gefa engan á lauf. Já. Það er eiginlega bæði að ganga upp. Einmitt. Hún líður ekkert sérstaklega vel og hvaða leið ætlar hann að fara, hleypa gósanum strax. Þannig að þetta er snildarvörn hjá Guðmundi Halldórsssyni. Þetta er það eina sem að setur spilið í verulegt uppnámi eða hvað. Það má eiginlega segja það. Já. Ef hann hefði spilað hjarta, þá tekið ásinn. Það kostar ekkert að taka lauf ásinn. Nei, akkurat. Trompa svo allar, af því að þá kemst hann ekki inn í borð. Já. Svo gæti hann hugsað, akkur í óskopunum er hann að hleypa mér inn í borð. Já. Hann á ekki lauf drottninguna. Nei. Ef hann að hleypa mér inn í borð. Einmitt. Getur ekki verið. Einmitt. Myndur ekki halda það? Jú. Akkur spila hann ekki bara spaða eða hjarta?
hvernig hann hleypa honum inn í borð. Það er rosalegt Þetta svona grísgjöf eins og kallað er og þegar þú færð svona innkomu þá á þig að grunna eitthvað gruggugt. Sérðu, hvað gerir hann? Það var nefnilega það. Ó. Þar fór leikurinn. Þetta var glæsilegt Guðma Halldósa frábært leipunum inn í borð. Frábært útspil hjá Gunnari Birni og langbesta vörðin hjá Guðmundi Halldórs. Leipunum inn í borð með 4 hund í laufi. Þá sér hann, makkar á kannski drottningu að Kong Blankan. Einmitt. Það er ekki óríklegt. Þetta er rosalegt spil. Þetta er rosalegt. Þannig að Grant er þarna að tryggja sig í úrslitaleikin. Algjörlega búin að tryggja sig. Það gerist ekki að... Þetta er spil leiksins, sko. Þetta er spil leiksins. Þarna bara var allt undir vendi. Málingamenn á yfirhöndinni. 6,90 pluss 100. Vá! Þetta var 26 impa sving. Hvernig það fór í þetta þarna? Einmitt. Og leikurinn miklu meira spennandi heldur en stigatalan segir til. 13 inn eða 13 út. Rosalegt. 26 impa sving. Já. Þannig að það vantar ekki dramatíkina hérna í þessa leiki. Það er rosalega dramatík. Já. Þetta er spennandi. En þetta svo endum við okkur rólega útspili hérna. Einu grandi. Það fóð ekki eitt stórkostlegt út úr því. Nei. En þetta er bara glæsilegt. Þeir voru nú, ég meina þótt allt hefði augljóslega geta gerst, þá það var svona ákveðin þéttleiki í framistuðu fannst mér spilara Grant Thornton. Hinni voru að spila vel líka en já, þeir gáðu enga höggstað á sér sko. Nei. Bara ekki. Einmitt. Spiluðu þetta mjög vel. Já. Og já, málingamenn þeir voru líka bara Þetta var ekki mikið mistök eða eitthvað svona. Mjög velspilaður leikur. Velspilaður leikur. Já. Og þarna maður náttúrulega hefur mjög mikla samúð með þessari spilamennsku þótt þú sért búin að færa ágætt rök fyrir því að svona reppinn í manni eigi kannski að hugsa af hverju gerði hann ekki þetta? Hverju gerði hann þetta? Af hverju spilaði hann mér? Svo var átt hann spaða íferðina eftir líka. Hann vissi ekkert hvernig það lá. Hvað ætlar hann að svína spaða eða trompa niður drottninguna? Já. Það er auðveldara að sé fyrir okkur að segja þetta hérna. Einmitt. Þetta var ekki auðvelt í borðið. Nei, það var það ekki. Alveg stór skemmtilegu leikur. Það má segja að þeir urðu að reyna slemmuna. Við getum orðað þannig. Alveg hárrétt. Urðu að gera það. Alveg hárrétt. Þeir vissu þetta ekki að í Svo er líka eitt í Brits. Væri ekki betra og vissir alltaf skorið þitt. Það kæmi upp. Já. Þá veistu svona, þá getur skorað, verður að skora, ekki skorað. En þannig ertu svolítið í blindni. Já. Geti verið svolítið skemmtilegt að viti skorið. Hefur einhver rætt það að það geti verið snöðugt í sveitakennisleika og vissir hver staðan verið leiknum? Nei, það hefur ekki tíðkast, sko. Þetta er byltingakennd hugmynd. Ef við spilum stundum á Britspace, þá erum við ofta að spila hann að við vitum skorið. Já. Það er svona stilling. En já, vá, þetta var rosalegt spil hérna, 13. spilið. Rosalegt spil. Aumingja kallinn, hann hefur svitnað þegar hann sá hann var blöng. Það er náttúrulega Rúnar Daga sig í handabökin. Rúnar Einarsson sko, hann er það fyrsta sem hann gerir er að pakka föggum í bílinn og hann er á leiðinni hérna upp í bústað og hann ætlar að vera þar alveg fram á mánudag. Já. Búast við því, sko. Við erum ekkert að fylgjast með þessu eina grandi hérna, við erum ennþá að ná okkur eftir síðast. Já, það hefur svolítið litla þýðingu að fylgjast með þessu eina grandi fyrst að úrslit leiksins eru klár. En hérna... En já, ég tek undir það með þér, maður er bara eiginlega að hjálpa sig, sko. Þetta var rosalegt. Ótrúlega svona gott fyrir, hvað maður segja, sjónvarpið í leiknum, sko. Hann stóð eina grandi slétt, græddi 4 imp á því. Já, þeir áttu þá alveg skilið. Já. Gott að það bættist við. Leikurinn endar 32-13. Já. Ekki mjög mikið skor. Ef næst síðasta spil hefði fallið í 3 gröndum með einhverju svoleiðis, þá hefði þetta bara verið þá bara leitun að leik sem að hefur einhvern veginn verið
stemdi jafn lágt skor og vel spilaður. Já, vel spilaður. Það var ekki mikið stóra sveiflur þangað til bara þau sáum þessa slemmu svingðana. Já. Stóru tíðindin eru þau að 2 stórveldi í Bridge heimum mætast í úrslitaleik eftir 2 vikur. Það verður eftir 2 vikur. Ekki næsta föstudag, heldur eftir hálfan mánuð. Og þetta eru sem sagt sveitir Grant Thornton sem vorum að sjá núna leika listir sínar og Infocapital sem fekk far með hann í síðustu viku. Svo ætlum við að vera með útsendingu hér næsta föstudagskvöld, en hún verður svolítið óhefðbundin. Það verður landsleikur. Já. Það verður Ísland-Finnland. Einmitt. Það verður skemmtilegt. Það nefnilega verður skemmtilegt og þetta nú kannski ekki alveg hefðbundustu landsliðsspilararnir sem við ætlum að flagga þarna. En var eitthvað búið að leika út hverjir myndu spila leikinn fyrir okkar? Það verða Guðjón og Rúnar og svo Eiríkur Hjaltár Hrannar, held ég að það hefur verið. Já. Það er rétt með. Einmitt. Spennandi. Heldur þú verið hér að lýsa á settinu eða? Ég hef farin til Madeira núna eftir helgina. Þú ætla að fara til Madeira eins og allir. Ég er að spila í næstu viku, allar næstu viku þar. Ég vel einn örfára sem er ekki á leiðinni til Madeira. Fara á mánudaginn, sko. Já. En hvernig svona líður í lok þessa leikjar? Vann betri sveitin eða hvað getur maður sagt um það? Þeir voru mjög þéttir í kvöld, sko. En þetta gat farið þarna á alla kanta, bara það var eitt spil þarna sem réð úrslitum. Já. Mikill þéttleiki, sögnum hvergin einn vitleysa. Þetta var bara nokkuð vandað, sko. Kann man að fylgjast með þessu. Já. Eigum við þá ekki bara að segja þetta gott í kvöld? Ekki segja þetta bara gott. Held það. Bara kærar þakkir til ykkar á horfendur góðir. Búið að vera gaman að vera hér með ykkur í kvöld og enn eina ferðina fáum við alveg löðrandi dramatík bara rétt undir lok leikjana. Ég vona að þið hafa verið eins spennt eins og við Ómar Olgeirsson. Ég heiti Björn Þorláksson. Og þið sjáið einhverja 2 lýsendur hér í næstu viku eftir 7 daga. Föstudagskvöldi næsta klukkan 19 þar sem lýst verður frá landsleik Íslands og Finna eins og við vorum að ræða. Takk fyrir okkur og góða nótt. Takk fyrir, góða nótt.